Þorgeirskirkja við Ljósavatn var reist í minningu kristnitökunnar á Alþingi og til heiðurs Þorgeiri ljósvetningagoða. Árið 1000 var Þorgeiri falið að finna lausn á deilum kristinna manna og heiðina á Íslandi. Hann lagðist undir feld og komst loks að þeirri niðurstöðu að Íslendingar skyldu taka upp kristni. Oft hafa heyrst raddir að kirkjan ætti að vera þjóðarhelgidómur vegna tengingar Ljósavatns við söguna. Já, þetta merkilegur staður hér við Ljósavatn og staður sem þannig sem mætti gera herra undir höfði í svona íslensku þjóðlífi og menningarlífi. Þorgeirskirkja, þessi sem við stöndum inn í hér núna, hún var vígð 7. ágúst árið 2000 á afmælisári kristnitökunnar og hún kennd við Þorgeir Þorkelsson, ljósvetningagoða, sem bjó hér á staðnum. Hann var höfðingi hér í héraði og hann var lögsögumaður á Alþingi frá árinu 985 til 1001. Og svo var hann líka umfram allt mannasættir. Hann var leiðtogi heiðinna manna. Á þessum tíma þegar hann lögsögumaður þá náttúrulega eiga heiðnir menn og kristnir menn í átökum. En kristni hafði borist hingað til lands fyrir tilstuðlan Ólafs Tryggvasonar, Noregskonungs. Hann sendi hingað kristniboða og það voru átök. Leiðtogi kristinna var Síðuhallur og það var leitað til Þorgeirs þar sem hann náttúrulega sinnti þessari mikilvægu stöðu að vera lögsögumaður. Það var æðsti embættismaður þá starfandi á Alþingi og hann sá fyrir sér að hér gætu ekki verið tvenns konar lög í landinu. Það er að segja heiðin og kristin, að það yrðu að vera ein lög. Og hann fór því undir feld, lagðist undir feld, sem var í rauninni svona heiðin gjörningur þegar menn voru að taka mjög mikilvægar ákvarðanir. Og þessna var bara tekið mark á því og heiðinir menn ekki síst. Og hann undir feldinum í svolítinn tíma, 1 eða 2 sólarhringa, og þegar hann kemur undan feldinu þá var hann búinn að taka þá ákvörðun að Íslendingar ættu að verða kristnir og það ættu að verða kristin lög í landinu. En á sama tíma þá gerir hann samning við heiðnamenn að þeir mættu nú borða áfram hrossakjöt, bera út börn og blóta á laun. Og það var í rauninni alveg hreinlega með ólíkindum hvað þetta gerði gott og þessar málamiðlanir hans og hvað kristni komst í rauninni þá fljótt á landinu. Var það bara almennum sið. Og hann hélt síðan ræðu á Alþingi sem fræg og þá ekki hvað síst þessi orð að það mun vera satt ef við slítum í sundur lögin munum við slíta og friðinn. Þannig hann var fríðarins maður og þessi kirkja hér, Þorgeirskirkja, sem sóknarkirkja hér í Ljósavatnssókn, hún stendur hér í rauninni sem minnismerki Þorgeir og með þennan fallega altarisglugga sem hefur vakið mikla athygli og tekur stöðugum breytingum. Þetta svolítið öðruvísi en svona hefðbundin altaristafla. Já, þarna sjáum við nú íslenska náttúru og sköpun Guðs í sinni tærustu mynd. En við þekkjum líka svona tengt þessu af því við höfum fossinn hérna nálægt, Goðafoss, að þá segir sagan, og það í rauninni þjóðsaga, að Þorgeir ljósvetningagoði eftir hann hafi tekið þessa mikilvægu stóru ákvörðun fyrir hönd þjóðar að þá hafa hann farið með goðstyttur og varpað þeim í fossin
og þess vegna hafi Goðafoss fengið þetta nafn. Og þetta kemur fram í bók eftir Jónas frá Hriflu, sem var nú sko nota bene bróðir þessa Kristjáns sem átti þessa hugsjón. Og það Íslandssaga fyrir börn frá 1915 og þar kemur þessi þjóðsaga í raun fyrst fram. Hann hafði hana úr einhverjum dönskum heimildum og þetta kemur fram í þessari bók eftir Jónas frá Hriflu að Þorgeir hafi varpað goðstyttum í Goðafoss. Í safnaðarheimili kirkjunnar stór feldur sem vekur athygli flestra sem þangað koma. Feldurinn tilvísun í söguna það þegar Þorgeir ljósvetningagoði ætlaði að hugsa málið vel og vandlega og lagðist þá undir feld. Hann náttúrulega minnir á þennan gjörning Þorgeirs, feldlegu hans og þetta feldur sem þingmenn hérna í kjördæminu gáfu Þorgeirskirkju þegar hún var vígð árið 2000. Gjöf frá þeim. Og það gaman að geta haft þetta svona hérna til sýnis og þetta minnir svo sannarlega á söguna og það eru margir náttúrulega sem tengja einmitt söguna við feldinn, því að þetta var auðvitað og í okkar huga svolítið sérstakt að hann skyldi hafa lagst undir feld og tekið þannig þessa risastóru ákvörðun. Menn tala svo sem enn í dag að leggjast undir feld. Já, og það nefnilega notað í tungumálinu. Hugsa hlutina vel og vandlega. Ef maður þarf að hugsa hlutina mjög vel og vandlega, þá ætlar maður að leggjast undir feldinn.